Þá það næst 6. liður, sérstakar húsnæðisstuðningur. Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fyrir liggur afgreiðsla velferðarráðs á reglum sérstakan húsnæðisstuðning sem að þau tóku fyrir í velferðarráði 3. janúar síðastliðinn, en við fengum þessa reglur til afgreiðslu á síðasta bæjarstjórnarfundi en frestuðum afgreiðslu vegna þess að það komu upplýsingar eða semst það komu breytingar á viðmiðunarreglum frá þáverandi húsnæðismálaráðherra og við vildum að velferðarráð myndi fjalla reglurnar í ljósi þessara breytinga áður en við tækjum þær til afgreiðslu. Eftir að velferðarráð fór yfir þessar reglur þá töldum við ekki ástæðu til þess að breyta reglunum og ég legg til að við samþykkjum þær hér óbreyttar sem eru komnar til okkar aftur. En við þetta að bæta að það liggur ekki fyrir samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaganna þær viðmiðunarfjárhæðir sem ráðherra leggur til í sínum reglum og Samband íslenskra sveitarfélaga leggur til að sveitarfélögin noti þær fjárhæðir sem kynntar voru í drögunum í nóvember síðastliðinn. En það jafnframt gert ráð fyrir því að reglur sveitarfélaga komi til endurskoðunar mitt þetta ár og þá verður tekin afstaða til mögulegar breytinga á fjárhæðum, meðal annars þá út frá því hvort að ríkið hafi þá framfylgt ákvæðum laga framreikning grunnfjárhæðar í húsnæðisbótunum hjá sér. En aðgerðin hún sneri bara sértækum húsnæðisbótum en ekki húsnæðisbótunum sjálfum sem að ríkið komið til ríkisins. Neðri mörk viðmiðunarfjárhæðanna í reglum sveitarfélaganna verði því á svo stöddu miðað við sömu fjárhæðir og lagðar voru til grundvallar við útreikningar húsnæðisbótanna sjálfra. Og þá líka vil ég taka það fram að velferðarráð það verið að byrja útreikninga núna og velferðarráð mun fylgjast mjög vel með þessari framkvæmd og hvaða áhrif þetta hefur á notendur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur kast sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt þessari skeifumerki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.